Komið sæl og verið velkomin í beina útsendingu sjónvarps Víkurfrétta. Við erum stödd á skrifstofu Airport Associates á Keflavíkurflugvelli. En rétt í þessu var að ljúka fundi með starfsmönnum fyrirtækisins þar sem að greint var frá því að 237 starfsmenn munu fá sent uppsagnarbréf. Hér hjá okkur eru forsvarsmenn verkalýðsfélaganna og forstjóri fyrirtækisins, Sigþór Kristinn Skúlason. Sigþór, hverjar eru ástæður fyrir þessum uppsögnum hjá okkur? Í raun og veru bara eru ástæður á markaðnum þess eðlis að það er mikil óvissa búin að vera undanfarna daga okkar stærsta viðskiptavin sem er WOW og nú er ljóst að Icelandair er ekki að taka fyrirtækið yfir og það mikil óvissa framhaldi að við svona getum eiginlega ekki tekið séns á því að bregðast ekki við og grípa til þessara varnaðaráða, ef svo má segja. Þannig þetta eru varúðar ástafanir hjá ykkur? Já, sko, ég hef enga trú að öðru heldur en á Skúli eigi eftir að selja fyrirtækið og koma þessu í höfn og ef það gengur eftir þá komum við til með að draga allflestar uppsagnir tilbaka. Þú er alltaf legið yfir þessu síðustu daga, þannig að þetta er búið að vera svona liggja á ykkur hérna, hvernig þið eigið runni að tækla máli? Já, við erum búin að vinna þétt með verkalýðsfélögunum og sáum fram á það að ég vil þó að vera einhverjar, fréttur einhverjar 4 vélar sem væri að fara úr flotanum að þá hefðu ekki þurft að grípa til uppsagna, heldur náða að halda öllu starfsfólki. En nú er bara það mikil óvissa í loftinu að það er ekki réttlætanlegt annað en að taka einhverju varnaðar. Nú er ljóst að félagið var búið að gefa það út að þeir væri að senda 4 vélar hætta með 4 vélar og svo er vitað að nokkra vélar til viðbótar er að fara í leigu. Er ekki nokkuð ljóst að það verður skerðing á starfsemi WOW? Jú, ég held að það sé alveg ljóst og ég held að það sé líka bara eitthvað sem þarf að gerast. Það er offramboð á markaðnum, það er ekkert launungamál að Icelandair og WOW eru einfaldlega samanlagt með of mikið framboð af flugsetum. Þannig að það hlaut að koma því að eitthvað myndi draga saman. Hvað er þetta stór viðskiptavinur hjá ykkur, WOW? WOW er svona rétt 50%. Við erum með mjög marga aðra viðskiptavinni en þeir eru bara mjög smærri. Þannig að Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir félagið ef þetta verður raunin? Ég veit nú helst ekki hugsa það eða setja okkur í þau spor að dvelja allt of mikið þar sko. Ég trúi því sjálfur og vona að Skúlinn á að leysa úr þessu. En vissulega ef þetta fær eitthvað illa þá hefur þetta mikil áhrif. Og ljóst að það er öruggt að einhverjir munu þurfa að horfa á uppsögnina alla leið? Já, mjög líklega einhverjir. En allflestir héldu vinnu eða við kemum til með að geta dregið allflestar umsóknir tilbaka ef að Skúlinn er að landa sölu. Hvað voruð þið með margt fólk í vinnu í sumar? Við vorum með rétt yfir 700 manns í sumar. Og er með eitthvað minna yfir vetrartíman? Já, við erum með, það náttúrulega bætist alltaf í sumartíman með aflýsingum en við erum búin að vera svona rétt rúmlega 500 núna í vetur. Þannig að það er ekki svo svakalega slæmt í hljóðu, þannig að það er bjartsýni sem að þú... Já, ég er alls ekki búin að afskrifa eitt eða neitt. Það er bara... Hvernig tók fólki þessu á fundinu? Ég held að bara fólk hafi skilið hvað við værum að gera og haft skilning á því og tók þessu bara skilningi. Takk fyrir þetta. Hjá okkur eru formenn Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og Verslunarmannafélags Suðurnesja, Kristján Gunnarsson og Guðbrandur Einarsson. Kristján, hvernig horfið þið við þessu? Nú, þetta er svartur dagur, þetta er erfitt. Við sáum nú samt hjá fólkinu að tók þessu með miklu æðruleysi. Nú framöndan eru örugglega margar spurningar og vangaveltur hvað svo. Við höfum ekki lent í svona stórri hópuppsögn bara síðan held ég að varnarliðið fór fyrir rúmlega 10 árum. Þannig að þetta er gríðarlega stórt högg og við sjáum bara líka þá leið hvað flugbransin er rosalega viðkvæmur. Ef eitthvað út af bregður þá kostar það mikið af störfum.
Það eru fleiri fyrirtæki líka sem eru að glíma akkurat nákvæmlega við þennan sama raunveruleika núna akkurat í dag. Þannig að því miður þá er þetta að virka inn á hjá fleiri fyrirtækjum. Áttu vonaði að þið munu sjá fleiri uppsagnir? Ekki kannski endilega hér, ég veit það ekki, en ég ávonaði að sjá fleiri uppsagnir frá öðrum fyrirtækjum sem að hafa verið í mikilli þjónustu fyrir þetta flugfélag WOW. Guðbrandur, hver eru þín viðbrögð? Já, við erum náttúrulega bara slegin yfir þessum fréttum. Reyndar erum við búin að hafa afvinningar undanfarnar vikur að það getur brugðið til beggja vona og við höfum verið í samráði við fyrirtækið að leita leiða til að lágmarka þetta eins og kostur og væri, en því miður er þetta að fara eins illa eins og það gat farið, en eins og forstjórinn sagði hérna áðan, þá er ennþá verið að leita leiða og vonandi skila þær einhverju. Þannig að við verðum bara að draga andan næstu daga og sjá hvert þetta leiðir okkur, hvort það finnist einhver lausn sem að geti hjálpað til. Þetta heldur ekki mjög góða frétti fyrir bæjarstjórn Reykjanesbæjar þar sem þú situr? Já, þetta er ekki góða frétti fyrir neinn, hvort sem það er bæjarstjórn eða einhver aðri. Ég hef bara hugsað mest til þeirra sem er að missa vinnuna. Mér finnst það vera alvarlegt að það sem að fólk treysti á til þess að tryggja afkomu sína sé kannski að fara út gluggann, og það er auðvitað stóra málið í þessu. Sveitarfélagið redda sér, það heldur áfram að lifa með einhverjum hætti, en eins og Kristján segir, þá er maður hugsi yfir því hversu einhæf atvinnustarfsemi er á svæðinu og hversu mikið við þurfum að treysta á þessa ferðaþjónustu sem getur verið allavega, og ég held að það brýna okkur til þess að skoða fleiri kosti heldur en bara það að við séum háð einni atvinnugrein. Það skiptir máli fyrir svæðið að það séu fleiri atvinnugreinar að tekka inn? Já, það er ekki gott að hafa öll leikinu sömu körfu. Við sáum það bara þegar að ráðist var á Tvíburaturnana þetta sínum tíma, þá hrundi ferðamæðina hér bara á einu sólarhring, og við erum að sjá eitthvað slíkt gerast hérna núna, en vonandi sjá menn einhverja lausn á þessu. Hvað gerist næst? Þurfum við að vona því að þetta fólk komi til ykkar og þurfum við að þjónusta á einhvern hátt? Já, alveg örugglega. Við höfum verið í samráðsferli eins og lögum hópuppsagnir kveða á að við eigum að gera. Við höfum fylgt í mjög strangt eftir við fyrirtækja, það sé farið að öllum lögum og reglum þar að lútandi, og þetta er flókið að standa í svona, og ég vil nú bara hrósa þeim fyrir það að hvað hafi verið passasum upp á að gera það. Það var lagt af stað með þetta metnaðarfullar hugmyndir fyrir einhverju vikur síðan að koma í veg fyrir uppsagnir. Það svona, já, ég var mjög bjartsýnn þegar það var að gerast, en svo bara hafa fréttina verið bara mjög dapurlegar hverjum degi, nánast hverjum klukkutíma, alltaf eitthvað ekki að ganga eftir sem að reikna var með. En þetta er staðan núna og við þurfum að vinna úr henni og aðstofa fólkið. Þetta er ekki góða fréttir svona rétt fyrir fyrsta desk, og það eru bara stutt í gleðileg jól hjá flestum okkar, en ekki kannski alveg hjá öllum, sko. Já, segir Kristján Gunnarsson og þeir félagar hér, Guðbrandur og Kristján frá verkalýðsfélögunum, og við þökkum þeim og Sigþóri fyrir að hafa komið hér í beina útsendingu. En það var sem sagt verið að greina frá því að 237 starfsmönnum hjá Airport Associates á Keflavíkur flugvelli, félagið er mjög stór þjónustaðili hjá WOW, hafi verið að þessir aðalar munu fá auðsanna bréf, en við látum þessu loki hérna frá skrifstofu Airport á Keflavíkur flugvelli. Takk fyrir.